Ekki bara að byrja. Bjóðum við nærstadda og hérstadda við velkomna. Það Gróa Jóhannsdóttir sem ætlar að vera með fyrirlestur PPI hjá börnum. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þetta efni sem hefur verið mér hugleikið bara í svolítinn tíma og náttúrulega út af minni sérgrein og af því að ég verð vör við töluverðan þrýsting að foreldrar óska eftir bakflæðilyfjum, sérstaklega fyrir ungu börnin, að ég ákvað að kafa aðeins dýpra ofan í þetta og deila svo með mér því sem við vitum þetta. En það allavega þannig að Omeprazol kom fyrst á markað fyrir rúmlega 30 árum síðan og eitt af mest notuðu lyfjum heims í dag. Og það svona viðurkennd ábending við að nota þetta við erosívan esofagit og maga- og skeifugörnarsári. Og svo þetta náttúrulega nota líka til að draga úr einkennum bakflæðis án bólgu, þetta non-erosive reflux disease. Og svo líka til þetta ástand þar sem ekki mikið sýra áreiti en það finnst mikið fyrir því og svona esophageal hypersensitivitet. Þannig að þessi lyf notað töluvert til þess. Þau hafa mjög öfluga virkni og draga úr sýrustigi í maganum, eða sem sé hækka sýrustigi í maganum í alveg 2/3 hluta sólarhringsins eftir inntöku og hafa þann kost í samanburði við H2-blokkana að áhrifin halda stabíl yfir tíma, það verður ekki svona tachyphylaxis, það dvínar ekki verkunin af þeim. Ég glemdi náttúrulega lesgleraugun og sé ekki hérna á glæruna sjálf almennilega, en allavega þið sjáu hérna að þetta hér á Íslandi það Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol og Rabeprazol sem á markaði. Og Esomeprazol í raun svona afleiða af Omeprazoli, þegar maður tekur Omeprazol þá virkjast það yfir í Esomeprazol, en það hefur lægra bíóaðgengi. Þannig að þetta Esomeprazolið nýtist betur svona per milligram. Helmingunartíminn frekar stuttur, en hins vegar bindingin við viðtakana. Hún mjög löng, þannig að þótt að hverfi úr plasma, þá það ennþá virkt í líkamanum. Aðeins að sjá það svo sérist ekki, þú alveg í mynd og allt það. Já, það sérist ekki í glæruna, það svo gaman að hafa þar með. Það örugglega miklu betra. Ég prófa að segja þessi, ég ætla að velja sér. Þetta svo prófa vonandi þetta betur svona. Já, ég beint að láta. Þú veist, við ekki neitt? Núna við örugglega bara í... Það sjá hvað ég að bita þess. Það komið núna? Það komið á fínt sér okkur? Það ekki svona, þú sjá þetta svona fyrir þig. Já, en það ekki að hafa hér á. Nú, sjást ekki núna glæruna hérna til hliðar? Nei, þetta sést hérna, sko. Ok. Já, bara svona, þá ekki með les. En ég með aðra glæru hér en þarna. Nú. Þannig að þá þetta einhver önnur... Fyrirlesturinn. 3, 4, hvað ertu að þessi? Eða þessi? Ég held að sé. Þessi. Flott. Ég að spá hvort þeir hafi valið nafni að það veri Omeprazol, en allavega ég ætla ekki að hætta mér neitt meira út í efnafræðina. Þetta bara svo langt sem hún Það þannig að PPI-lyfin þau bindast þessum prótonpumpunni í parietalfrumunni og þannig að það þetta svona last common pathway að þar sem í sýrumyndunni sem stoppast og þetta mjög öflug blokkering og eftir inntöku á einum skammti að þá blokkerast það bil 2/3 af öllum viðtökunum
En síðan það ef maður að taka endurtekið dag eftir dag, að þá blokkerast því betra. Þannig að oft talað að maður ekki komin í stabílt ástand fyrir eftir svona 5 daga á meðferð. Og þetta lyf sem brotna niður ef það kemst í tengslu við sýru, þannig að þess vegna þetta alltaf svona enteric coated lyf og það skapar viss vandræði með það að það þá ekki hægt að búa til almennilegt mixtúruform úr því. Þannig að við erum að nota fyrir krakka annarkvort svona töflur sem leysast upp í litla granulur eða þá eins og Nexium pókana sem duft með svona svolítið sem myndar svolítið slí þegar það blanda í vatni og gefið þannig. Þannig að þetta aðeins trikki að koma þessu í börn og sérstaklega eins og ef maður ætlar að setja þetta í gang með sondu að þetta getur stíplað sondur. Ég svo glöð að sé einhver í salnum til að horfa á hérna. Heyrðu, smá spurningakeppni. Ég veit ég get ekki svarað, þú getur hugsað með sjálfum ykkur ABC að hvað haldið þið að hátt hlutfall íslenskra barna fái ávísað PPI á fyrsta æviári? Það fara 5%, 5-10%, 10-20%, hugsanlega eitthvað meira. Og eins með 10-14 ára börnin og svo fékk ég líka tölur fyrir fullorðna, þannig að ég ákvað að skella því með. Hvað gískið þið á? C fyrir fyrsta? Já. 5% segir Valur, já. Allavega, hér koma svörin. Ég hélt sjálf að það hefði lækkað yfir tíma. Þetta sem sé tölur frá embætti landlæknis útleista lyfseðla og það sem sé fjöldi kennitala sem leysir út PPI-lyf í tilteknu aldursbili og svo þá miða við mannfjölda í því aldursbili. Það smá fyrirvari með það að til dæmis ef barn færist flokk hérna frá 4 ára til 5 ára á árinu og fær einn lyfseðil þegar 4 ára og einn þegar 5 ára, að þá telst það tvisvar, en sennilega skapar það nú ekki neitt mjög mikla skekkju. Já, það rosaleg breyting hér og það hefur með það að gera að samtak mixtúran þetta markaði. Hún var tekin út og var svo sem ágætis lyf, en hún var bæði með svona smá áfengi og smá svona paraben og hitt og þetta sem þótt ekkert sniðugt að vera að gefa börnum, þannig að hún var afskráð. Ég veit ekki hvort það var þess vegna, en allavega hún fór af markaði og þess vegna hérna 2020 miklu hærra gildi. En það allavega þannig að hérna á fyrsta ári fá 17,7% íslenskra barna PPI á einhverjum tímapunkti. Og ég hef ekki samanburð við önnur lönd, en kemur ekkert óvart að vera svipað þar. Þetta jafnvel þótt eins og ég fer í aftur og eftir að PPI hefur ekki gagnreynt gildi í meðferð reflux ungra barna, eða mjög sjaldan. En svo lækkar tíðnin en fer aftur að hækka hérna svona seint á grunnskólaaldri, menntaskólaaldri og fram eftir ævinni og sjáum hérna mestanótkunnin hjá nýlegum pensjónistum og alveg upp yfir 40%, 42% sem að leysa út PPI. Og svo náttúrulega lausasalan kemur ofan á þetta. Þannig að þetta svona vítamín P íslensku þjóðarinnar. Ég hélt að við myndum sjá lækkandi trend, en það það greinilega ekki yfir tíma. Svo það svona spurningi, hvenær erum við að ávísa PPI-lyfjum til barna? Og það alveg hérna, það náttúrulega kannski ekki alveg allt þetta sem stenst skoðun, en þetta það sem ég verð vör við og ég ætla ekki að segja annað en að ég taki þátt í þessu, en ég hef alveg að skrifa út PPI frekar mikið. En allavega þá þetta með bakflæði sjúkdóm, magabólgur, samhliða NSAID,
Það er sjaldan að það eru magasár hjá börnum, ég glemdi nú meira að setja á listan, en ég hugsa að ég sé kannski að finna eitt magasár hér á ári. Það er fátítt að við séum að finna magasár. Þetta er notað í langtíma meðferð við eosinofíl esófagít, sem er jú svona blanda af ofnæmissjúkdómi í vélinda og sýruáreiti og kannski einhverjum svona autoimmune competent hluta í því, og er sjúkdómur sem hefur verið mjög vaxandi í greiningu, þannig að virðist tíðnin á því að vera töluvert að aukast. Þetta er töluvert ávísað svona við svefntruflun ungra barna og óværð og vansældi við daginn. Það er notað tækifæri hérna að óværð er ekki það sama og óværa. Það eru sumir krakkar sem koma með greininguna óværa, en það er jú svona lús og njálgur og aðrar skepnur. Þannig að óværð er orðið. Við skrifum þetta stundum út eftir svona apparent life threatening event hjá unga börnum. Börn sem hætta að anda, verða föl, þarf að blása í eða örva til að þau svona taki við sér. Þá stundum við talið geta tengst bakflæði tilviki. Einkenni bakflæðis, sem sé brjóstsviði, nábítur og uppköst. Mjög gaman að spyrja krakka, ertu stundum með nábít? Veit náttúrulega enginn hvað það er, en það er þetta að fá gubb upp í hálsinn, tilfinningu magainnihald í hálsinum. Magaverkir, þriðjungur barna á skólaaldri er með magaverki oftar en 3 í viku. Það er bara svona mjög hátt hlutfall barna sem fær magaverki og þannig að það er náttúrulega stundum verið að reyna PPI við því. Ég fæ töluvert af tilvísunum frá hálsinn- og eyrnalæknum út af svona ræskingum, hæsi í röddinni, andremmu, hósta. Og tannlæknar eru líka mikið að ráðleggja skoðun með tilliti til bakflæðis út af tannskemmdum hjá börnum. Svo er svona þetta krónískur hósti, krónískur astmi, það veitum við samhengið þar. Þannig að, og kannski er einhver fleira sem ég hef glemt að taka með, en þetta er allavega svona þar sem maður sér þetta oftast, og ég hugsa að langflestu töflunar eru út af bakflæðissjúkdómi. Þar hangir fólk á meðferð í bara langan tíma. Það er ágætt að hafa í huga svolítið hvað PPI-lyfin gera ekki, ef maður er að hugsa bakflæði og ógleði einkenni. Að það er, PPI-lyfin hafa ekki áhrif á hreyfingar magans eða neðri vélindavöðvans. Og það er jú talið að bakflæði, þetta er ekki bara svona púr eðlisfræði með að ef það eykst þrýstingur í maganum eða ef maður leggst út af og hefur lítið viðnám í neðri vélindavöðvunum og þá hljóta að renna upp. Það gerir það líka, en það sem sést líka við bakflæði er það að þessar transient relaxations, sem sé tíðar og óeðlilegar tilslakanir, að þær eru svona að hleypa magainnihaldinu upp og þær aukast til dæmis þegar við erum að nota koffín eða nikótín, efni í chili, þetta kaspíkasin, heita það ekki, að það hefur áhrif á þetta. Astmalyf geta slakað á vélindavöðvunum, sem sé beta-blokkarar, þannig að þetta, nei ekki beta-agonistar, þannig að það er ýmislegt svona sem hefur líka áhrif á bakflæði. Og PPI-lyfin hafa ekki eigin áhrif á magatæmingu. Magatæming stýrist meira af því samsetningu matar og hvort maður er kannski með þá einhverja taugaraskanir fyrir. Og svo er mjög vel viðurkennt og hefur verið rannsakað mikið hjá ungum börnum að 1 árs að ef maður er með frumubundið ofnæmi fyrir mjólk, að þá hefur það áhrif á þessa slökun í neðri vélindavöðvunum og magatæmingu. Þannig að það er
Það var meðal annars gerð ein rannsókn þar sem börn með grunað mjólkurónæmi voru sett í svona pH-innbyrðasmælingu og fyrri sólarhringinn voru þau á ofnæmisfæði og seinni sólarhringinn var gerð próvokasjón með mjólk og það jókst mjög mikið bakflæði þannig að það var svona staðfesting á því að hjá þessum hópi skipti það máli. Mér þætti mjög undarlegt að það hætti allt í einu bara ok, núna er orðin 1 árs og þá er þetta bara sýra. Það er ekki þannig og maður sér það líka eins og í tengslu við EOI að bakflæði getur vel fylgt ofnæmi. PPI-lyfin hafa ekkert áhrif á lífsstílinn, allavega ekki til batnaðar og hafa ekki áhrif á pepsín, tryptasa og svona það annað sem er að koma upp með maginhaldinu. Þannig að þau hafa náttúrulega ekki einhverja svona alveg fullkomna verkun á bakflæðissjúkdóm. Ég ætla aðeins að kafa ofan í aukaverkanir af PPI-lyfjum og það er sem sé það bil þriðjungur fullorðinna, 34% finna fyrir einhverjum aukaverkunum sem eru skýrar. Og algengast höfuðverkur, breyting á hægðamynstri, loftgangur er algengur, svimi og þokusjón eða sem sé að PPI-lyfin breyta aðeins vökvaþrýstingi í augunum. Þannig að það er algengt að fólk finni fyrir svona breytingu á sjón þegar það byrjar að taka upp. Augnlæknar hafa svona sent tilbaka svolítið og sagt, heyrðu, er ekki hægt að athuga hvort þessi getur stoppað lyfin. Þannig að það er svona þekkt aukaverkun. Það getur sést aðeins hækkun á transaminösum og þótt það sé sjaldgæft að þá kemur fyrir að sé svona interstitial nefrit og getur jafnvel til nýrnabilunar. Og í svona stórum stúdíum hjá öldruðum þar sem er verið að fylgja eftir þeir sem nota PPI og miða við þá sem ekki er á, þá er skert nýrnarstarfsemi algengari í þeim hóp. Þannig að það er ekki, ég fann allavega ekki neitt gott data það hjá börnum. Og svona þessar subjektífu aukaverkanir að þær koma náttúrulega fyrir hjá börnum líka. Það sem ég sé líka er það að krakkar sem hafa verið svona bara alveg andlega heilbrigðir fyrir, nokkuð tilvik þar sem bara kemur svona yfirþyrmandi kvíði þegar þau byrja á lyfja á PPI. Þannig að fínt að hafa það bak við eyrað ef það er svona skyndileg breyting á kvíðaupplifun, hvort að PPI geta hluta því. Og svo þetta með maltræðir og svefnvanda. Þetta er ekki algengt en ágætt að vera vakandi fyrir því að þetta getur triggerað. Svo er hérna tafla úr yfirlitsgrein. Þetta sést nú ekki vel en ég ætla bara að stikla á stóru sem sé langtíma aukaverkanir. Bæði hjá börnum og fullorðnum að þá sést aukin tíðni og sérstaklega Clostridium difficile, kolonisering og líka sjúkdómur, ristilbólga og aðrar sýkingar eins og salmonella og kampylobacter. Það eru meiri líkur á því að maður smittist af því og það er í sjálfu sér lógískt af því að magasýran hefur jú bakteríudrepandi áhrif, þannig að ef við erum að fáum þetta í okkur fyrir slysni þá erum við búin að missa einn varnarvegg. Það er aukin hætta á lungnabólgu og öðrum öndunarvegarsýkingum, allavega svona í faraldsfræði rannsóknum og það er hjá nýburum aukin hætta á svona nosocomial sýkingum ef þeir eru á PPI. Þannig að þetta er svona sem er vel mælt. Hypergastrínemía, það er jú þetta að þegar maður er búinn að blokkera sýrumynduna þá kemur reflex að líkaminn að reyna að gera við þetta og hækkar gastri og það getur þá leitt af sér svona slímhúðabreytingar og
Til dæmis ég með mynd hérna eftir stelpa sem var búin að taka PPI út af eosinofíli í esófagið. Sést kannski ekkert svo glögglega en ef maður horfir hérna, þetta eru fullt af pólipum, stórir pólipar hérna í magan, svona hyperplastískir pólipar í slímhúðinni. Þetta er benignt ástand, miðað við allavega þekkingu okkar síðustu 30 ár, en það er náttúrulega ekki lengri reynsla en sem svo. Hjá fullorðnum er vitað hypomagnesímíu. Hérna 2018 er sagt að þetta sé ekki þekkt sem hjá börnum, en það er breytt, ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Og sama gildir beinbrot. Og í músatilraunum er vitað, hefur það verið testað að það myndast meira IgE gegn tilteknum matvörum hjá þeim sem eru með sýruhömlun. Þannig að hérna og það er svona spurning hvort það geti skipt máli í þróun fæðuofnæmis. Allavega sem sé sensitisering, það kannski ekki, segir ekki allt til ofnæmisreaktion, þetta er bara sensitisering og mótefnamyndun. Það er vitað að PPI-lyfin breyta þarmaflórunni mjög mikið og er ekki þarmaflóran alveg A til Ö í heilsu manna, allavega miðað við svona vísindasamfélagi núna. Það er verið að skoða það mjög mikið, bæði í tengslum við ofnæmi, sjálfsofnæmi, ónæmissvar, holdafar, astma. Það er rosalega margt sem er hægt að tengja við líkamsflóruna og þetta samspil ónæmiskerfis og flóru. Og það er eiginlega alla leið þannig að flóran breytist. Hún breytist í munninum, vélindanum, maganum, smáþörmunum og ristlinum, og hérna sér maður að í ristlinum til dæmis að það eru töluverð aukning á svona enterobakteríum, enterokokkum og lactobacillus tegundum, en það fækkar hérna þessu rúmunokokkum og bifidobakteríum sem eru taldar almennt gagnlegar. Það að vera með breytta flóru í maga og mjókirni, að það getur verið þessi svona bacterial overgrowth. Yfirleitt er ekkert svona mjög mikið magn af bakteríum á þessum svæðum. Var lengi kennt að þetta væri nú eiginlega alveg hreint, en það er víst ekki þannig þegar skoða nánar, en hins vegar er það að með annarri flóru að þá fer að aukast gerjun og hérna svona loftþemba, loftmyndun, kannski niðurgangur. En það er getur haft langtíma röskun á flórunni. Allavega meðan maður er að taka lyfin. Hér er áhugaverð grein frá Íran frá 2020, þar sem þeir voru með 100 börn á breytilegum aldri, þar sem var tekin blóðprufa áður að þau byrjuðu á PPI og svo minnst 4 vikum eftir að þau byrjuðu á PPI, til að svona kanna þetta, skiptir þetta máli með magnesíum eins og hjá fullorðnum. Og það sést hérna að í 17,5% þá hafði natríum lækkað, bara undir 135, þetta er sem viðmið. Sérum kalsíum, þá er þeir að mæla total kalsíum, hafði lækkað hjá 16% og sérum magnesíum hjá 10%. Það var ekki þannig að þetta væri einkennagefandi, en maður hugsar svona til enn lengri tíma og upp á hugsanlega beinheilsu, að þá er þetta, eða finnst mér þetta mjög áhugavert allavega. Og ég hef sjálf rekist á hjá svona fjölveikum börnum, það sem eru neyta þá ofta mjög mörgum lyfjum, flogalyfjum og svefnlyfjum og alls konar kokteil, að þar hef ég séð hypomagnesími sem hefur verið alveg niður undir 0,5
í magnesíum. En þetta en það náttúrulega ekki alveg vita hvort það bara PPI sem skiptir máli eða hugsanlega einhver önnur lyf eða bara grunnsjúkdómur. Þetta allavega sýndist mér vera vönduð framkvæmd á þessari rannsókn, þannig að ég vona að komi svona staðfestandi data með það. Þessi rannsókn á beinbrotum frá Bandaríkjunum og þetta alveg gríðarlega stórt þýði, 850.000 börn. Þetta einhver svona skrá, greiningaskrá og það var sorterað burt allir sem voru með krónískar greiningar, þeir sem höfðu legið meira 7 á sjúkrahúsi, þeir sem höfðu verið fyrirburar. Það voru svona reynt að sortera þannig að þetta væri sambærilegur hópur, í grunninn heilbrigðir krakkar að öðru leyti. Og þetta þá börn sem fá PPI-lyf á fyrstu 2 árum ævinnar og svo þeim fylgt eftir og athuga hvort það sé skráð greining á broti seinna. Og það þessi bláa lína eru þeir sem aldrei hafa fengið PPI, sem eru þá 750.000 einstaklingar í þessu þýði, en svo eru þá 100.000 sem fengu PPI á fyrsta ári, á fyrstu 2 árum. Þetta á fyrsta ári fyrir ekki. Og það greinilegur munur, þannig að ef við skoðum 10 ára þá sirka 15% af þeim sem ekki hafa fengið PPI sem hafa brotnað, og rauðast strikið þeir sem hafa fengið PPI og histaminblokka, en gula þessi lína þar sem bara PPI. Þannig að það svona 18–19%. Þetta ekki rosalega stór munur, en skiptir örugglega máli fyrir þessi 2–3%. Og þetta tiltölulega stutt exposure sem verið að skoða. Sjáum við töflunni niðri til vinstri, að þar skoðað tímabil lyfjanotkunar eða hversu langt tímabil lyfjanotkunar var og athuga hvort það hafi áhrif á þetta hazard ratio. Og það svona fyrir þá sem eru meira en 150 daga, að þá áhættan sinnum 1,4. Þannig að þetta svona progress miðað við tímalengd. Önnur stúdía þar sem var verið að skoða hvaða brot þetta þá, þetta 32.000 börn og valið svona mixed control. Og var munurinn, var skoðað í 2 ár og það var 1,2 í kontroll, 1,2% í kontrollhóp, 1,4 í PPI-hóp, sem marktækur munur og munurinn var mestur í brotum á ganglimum, hrygg og rifbeinum, álíka mikið af framhandleggsbrotum sem jú algengustu brotum. Svo þetta, ég kalli þetta bara pælingar, því að þetta ekki eitthvað svona sem alveg mælt og skráð. Þetta sem sé, það hefur töluvert verið fjallað það að svona þessi minnkun á fjölbreytni mikróbíóms milli kynslóða, að það sé viss lýðheilsuógn. Það svona, við erum með töluvert fábreyttara mikróbíóm en afar okkur og ömmur voru með. Og hefur örugglega aðallega með sýklalyf að gera, en líka svona hvernig matvæli eru unnin og geymd, hvaða sýkingar við fáum, hvernig við fæðumst. Það náttúrulega í sjúkrahúsumhverfi færri bakteríur inn í heima, og eins líka þetta, sérstaklega börn sem fæðast með keisara, að þau fá allt annað mikróbíóm en börn sem fæðast vaginalt. Og flóra barns fyrstu árin endurspeglar mjög mikið flóru móður.
Þannig að til dæmis mamma sem að taka PPI, hún sennilega með fábreyttari flóru eða svona skakkaflóru og barnið fær hana. Þannig að það svona held ég eitthvað sem við þurfum bara að hafa í huga og bera virðingu fyrir að PPI-lyfin hafa áhrif inn í þetta og náttúrulega sýklalyf. Svo það þetta að þegar við borðum og maturinn lendir í sýru að þá svona denatúrerast, byrja þau að meltast. En ef þau fara ósúr niður í mjókirnið að þá líta þau öðruvísi út fyrir ónæmiskerfið. Það sjá þau annað yfirborð á strúktúrnum. Og við vorum aðeins inn á því áðan að það gæti haft áhrif á þessa sensitiseringu. Og þá líka afleidd spurning hvort þessi eosinofíl esófagítfaraldur hafi einhver tengsl við það. Þannig að þurfum ekki bara að hætta að skrifa þetta út eða hvað. Þetta hérna. En ég ákvað, ok, nú þurfum við þá bara að hafa einhverju svona einfaldar og góða reglur það hvenær við ætlum að nota. Og þetta ágæta skjal frá 2018, þetta sem sé barnameltingalæknasamtök í Bandaríkjunum og Evrópu og gaf út svona leiðsögn. Og þeir skilgreina hér sem sé reflux að það kemur magainnihald upp í vélindað, hvort sem maður gubbaði eða ekki. Reflux sjúkdómur ef þetta leiðir til troublesome symptoms eða complications. Og þannig að þetta náttúrulega mjög huglæg krítería. Og svo þannig að þegar maður að rannsaka hvaða greiningaraðferð best, þá ef gullstandardin troublesome symptoms, þá náttúrulega tölfræðin með næmi og sértæki bara alveg út og suður. Þannig að það engin svona gullstandard í greiningu. Tímasvegna ætla ég að fara bara mjög hratt yfir þetta. Það allavega þessi troublesome symptoms. Að það getur ju verið bara óþægindi, vanþrif, þyngjast illa, vil ekki borða, svona sandifer staða eða sem þetta reygja sig aftur, uppgúlp og brjóstsviði og verkir í efri hluta kviðar. Þeir hafa mjög meðvitað ekki með þessa verki miðjankvið sem eru algengustu verkjakartanir hjá krökkum. Kyngitrægða, kyngiverkur, öndunarvegaeinkenni, tanneinkenni, bólgur, þrengsli og barrett og svo þetta með apneur, lúnabólgur, eyrnabólgur og svona ýmislegt sem hefur verið tengt við bakflæði en sem getur náttúrulega átt sér aðrar ástæður líka. Og þeir, svona ef maður skoða þennan skema hérna, að ef þetta gildi þá fyrir börn yngri en 1 árs, að bara taka góða sögu og skoðun. Ef það alarm signs og þá eru þeir að tala ef þeir eru að merkja aðra sjúkdóma en bakflæði. Sem sé ef það stækka höfuðummál, endurtekinn hiti, þyngist illa, að þá þarf náttúrulega bara að meðhöndla það, sem sé ef uppgúlpið getur tengst einhverju öðru og það oft hlutverk læknisins svona að yfirfara. Getur verið þvagfærasýking, hydrocephalus, einhver önnur sýking, öndunarerfiðleika, hjartagalli, bara svona að klínísk skoðun með til þess. Þá að halda áfram með brjóstamjólk ef barnið á brjósti eins og íslenskir krakkar yfirleitt. Ef það verið að nota pela, þá víða gert, sérstaklega í Bandaríkjunum að þykkja aðeins mjólkina og það svona carob bean, það einhver tiltekið baunamjöl sem notað sem þykkir mjólkina. Það ekki nein hefð fyrir því hér á Íslandi. Svíar búa til velling sem sé að setja ungbarnagraut til að þykkja mjólkina örlítið. En það hefur ekki skapast hefð hér og
örugglega af því að langflestir eru bara aðallega á brjósti. Ef það verður ekki betri, fara þá í mjólkurútilokun í greiningarskyni og þá er það annaðhvort að útiloka mjólk alveg nákvæmlega úr fæði móður. Dugar ekki að taka bara mjólkursykurinn út og eða þá að skipta yfir í hydrolýseraða mjólk sem eru þá þetta Nutramigen og Peptikit í 2-4 vikur. Ef einkenni lagast þá er því haldið áfram en svo er bara eftirfylgni læknis og ákveðið hvenær eigi að láta reyna á aftur. Ef það eru ekki betri þá á að senda tilvísun til barnameldingalæknis sem metur það eða meta hvort maður myndi setja í þeir eru sem sé ekki samkvæmir sjálfir sér, consider 4 to 8 weeks of acid suppression. En það er samt talað að það eru mjög margar, mjög stórar, mjög vandaðar stúdíur þar sem hefur verið borið saman PPI og placebo er jafn gott. Og þannig að það er í grunn ekki ábending, en þegar ég sit við þetta borð með unga barn fyrir framan mig sem grætur mjög mikið, gubbar mjög mikið, líður bersýnilega mjög illa, hvílist lítið, að þá ávísi ég stundum PPI-lyfjum, en ég reyni að hafa það svona mjög skýrt að þetta er greiningaferli, ef þetta hjálpar ekki á x tíma þá bara stoppum við aftur. En þetta er svolítið vandmeðfarið að gera hlutina ekki. Eldri börnin, að þar er lifestyle and dietary education, snýst koffín og nikótín og stærð máltíða og svo PPI trial í 4 til 8 vikur. Ef einkennin koma aftur eða ef þau hverfa ekki, að þá á að vísa áfram. Og sem rannsóknir þá er aðalega speglun og speglun er fyrsta val, stundum með bættu við svona pH og innbyttasmæling. En í þessum leiðbeiningum, ég ætla ekki að taka þetta alveg orð fyrir orð hérna, en það sem PPI trial, að það er ekki mælt með því sem diagnosis test fyrir unga börn, það er mælt með því sem test fyrir stóra krakka með dæmigerðeinkenni, en þeir mæla ekki með því sem greiningar aðferð þegar ódæmigerð bakflæðeinkenni, þessi extraesophageal. Þannig að við segja svo sem ekki hvað það er að gera þá, heldur. Magaspeglun gengur í grunn ekki út á það að greina bakflæði. Maður getur verið með töluvert bakflæði án þess að sjást á speglun. Hins vegar gengur út á að leita eftir komplikasjónum við bakflæði og það getur þá verið komplikasjónum eða mismunagreiningu. Og það er þá svona verið að leita eftir þessum erosíva esofagít, þar sem eru svona þessi bólgustrik neðst í vélindunum. Þetta er flokkað eftir LA classification og er hérna ýmist þá bara svona þessi stuttu strik minna en hálfur sentimeter, getur svo verið lengri rákir, klassi B, rákir sem svona ná saman en ná ekki allar hringinn í kringu og svo upp í þetta flokku D þar sem er bara mikil bólga circumferentielt. En hjá börnum er ég mjög sjaldan að sjá slæman erosívan esofagít, að stundum dúkka upp þessir sem eru með svona smá erósjóni neðst, en það er ekki þannig að það sé megin þorra speglana. Maður horfir líka eftir hvort það sé hiatushernia og hérna sem sé verið að horfa upp í kardia og sjá hvort það lokist í kringum speglunartækið og við erum að horfa eftir mismunagreiningum. Svona lítur eðlilegt vélinda út hjá ungu barni að slímhúðin er þunn og maður sér æðanar í geggunum og slímhúðin glansar.
Við bakflæði sér maður stundum svona, þetta svolítið ósértæk breyting, að slímhúðin verður bara svona aðeins bjúgkenndari, kannski aðeins auki blóðflæði en án þess að það séu sár. Á þessum tveimur myndum, þetta þessi eosinofíl esofagita, að þá slímhúðin það bjúgkennd að myndast svona þessi lóðréttur ákeri eins og tunnustafir í vélindanu og eru stundum eosinofíl absessar svona hérna í yfirborðinu. Skánir getur litið út eins og kandidasýking en það ekki. Þetta eru sem sé bólguskánir í slímhúðinni. Hér nýlegt dæmi Helicobacter gastrit. Þetta svona eins og þegar maður kemur frá Blönduósi og heldur áfram, gerir gegnum Vatnsdalsskóla. Þá blasir þetta við sem svona bara nódulegt landslag. En það sjaldan að það séu Helicobacter sár hjá krökkum. Hvað hef ég langa tíma valur? Þetta korter í? Já, þrír eða svona þannig að þú ég bara gefur þér 6 mínútur. 6 mínútur? Max, ok. pH-mæling og pH-impedansmæling. pH-mæling sem sé þetta eins og við sjáum á skjánum núna, það sem mælt sýrustig yfir tíma og þegar það fer undir 4 þá skilgreinist það sem bakflæði. Við megum vera með upp í 4% af tímanum með sýru í vélindanu, það svona normal viðmiðið, aðeins hærri tala hjá yngstu börnum. En eins og í þessari kúrfu sjáum við að það koma býsna tíð og líka býsna löng dipp undir pH 4. Og það var lengi talað að pH-mæling væri nú gullstandard bakflæði, en þeir hafa horfið frá því að það getur verið svolítið mikill breytileiki milli daga og ekkert alltaf sérlega góð korrelasjón við svörun við meðferð eða speklunar findings, hvað maður finnur þar. Þannig að það bara svona þetta consider to use, pH og pH-impedans, ef það eru og ef það svarar ekki meðferð, ef maður ætlar að fara að trappa upp meðferð, ef það eru til að greina á milli svona non-erosive og hypersensitive og funksional pressure. Impedansmæling þetta að þá mælt viðnám milli 2 punkta í vélindanu eða á sondunni og ef það loft umhverfis sonduna þá hækkar viðnámið, en ef það kemur vökvi þá lækkar. Og þegar það kemur upp bakflæði, getum horft hérna hægra megin, að þá kemur lækkunin fyrst í neðsta punkti og svo færist það upp á við. Og hérna sést á bakflæði tilvik sem nær alveg alla leið upp í efstu sondu. Í hálfa mínútu að leiðréttast og svo sjáum við hérna í pH-mælingunni að samtímis fellur pH-gildi niður. Þannig að þetta þá súrt bakflæði. Og ég nota impedansmælinguna töluvert þegar að vinna upp þá sem eru með ódæmigerð bakflæðieinkenni eða þá sem hafa verið lengi á bakflæði meðferð, eru með eðlilega speglun og virðist vera erfitt að stoppa lyfin, þá vil ég gjarnan gera staðfestandi rannsókn með, eins vel og maður getur staðfesta, með impedansmælingu og ég hugsa að þessar rannsóknir gangi býsna oft út á það hjá mér allavega að geta stoppað lyf, að fólk treysti sér til að stoppa lyf. Þannig að frekar en endilega að greina, en vissulega dúkka stundum upp svona mjög óeðlilega kúrfur. Það ekki mælt með syndigrafíu til að greina bakflæði, það ekki mælt með baríumrannsókn til að greina bakflæði, hins vegar til að greina aðra hluti það gagnlegt. Það ekki mælt með að nota pepsín í munnvatni. Hálsinn og eyrnalæknar eru mjög skotnir í þeirri rannsókn og hún mjög lógísk að ef maður finnur magainnihald í munnvatni þá hlýtur það að vera bakflæði, ekki satt. En svo það sem sé að þetta finnst hjá 30% barna, hvort sem með bakflæðieinkenni eða ekki. Þannig að þetta svona hefur ekki haft góða korrelasjón við aðrar rannsóknir hjá börnum.
og einhverju hafi verið að reyna að nota sónar til að sjá hvort það komi bakflæði upp í vélindað en það er svona mjög operator dependent, það sem sé erfitt að sjá það þar. HNE-læknar, það virðist stundum vera svolítið togstreita milli gastroenterológa og háls- og eyrnalækna sjá meira bakflæði en hvað við getum staðfest. Ég held að hafi bara svolítið með greiningatækni að gera. En þeir eru að skoða tunguna og hvort það er roði á gómbúum, hvort það er roði hérna ofan í kokinu, hvort það er slím, hvort það er stækkun á eitilvef, hvort það er hérna roði á epiglottis, bjúgur, hérna posterior to larynx, og sem getur allt verið tengt bakflæði, en í börnum var gerð svona prospektív rannsókn þar sem 3 HNE-læknar graderiðu myndirnar og svo var líka gert hérna svona pH-impedansmæling og það fannst engin korrelasjón. Þannig að það er svona hvort það þýði að þessi greining HNE-læknanna sé skökk eða mælingin sé skökk, það veit maður ekki alveg en það er allavega náðist ekki gott samsvar. En þá sjaldan að við viljum nota PPE, að þá í þessari guidelines að þá eru skammtatölunar hérna og þetta eru býsna háir skammtar miðað við fullorðna að sem sé 5 kílóa barn fær oftast 5-10 milligram af omeprazol en efri mörkin alveg 20 milligram og ég tek 20 þegar ég þarf og ég ekki 5 kíló. Þannig að þetta er svona bara hérna, mjög hár skammtareins sem þarf til að fá virkni. Í esomeprazóli þá 10 milligram fyrir börn léttar en 20 kíló. Ég nota reyndar oft 5 milligram fyrir börn á fyrsta ári og svo 20 milligram fyrir þau sem meira en 20. Það er alveg svona take away að hérna þetta er einkennamiðuð skilgreining út frá einhverjum troublesome symptom sem að troublesome greining. Hjá unga börnum viljum við hafa mjólkurútilokun, eldri börn má prófa PP trial og muna að þetta bara verkar á sýru, það eru algengar aukaverkanir og geta verið alvarlegar. En þetta eru samt alveg frábær lyf og virka vel þegar við þurfum að nota þau. Voru þetta 6 mínútur? Já, takk. Heyrðu, opið fyrir spurningar. Þú ekki taka við stjórnum. Ég þarf að sjá hvort það koma einhver hérna fjárstæði, hvort það græjurnar hjá okkur virki, það nú ekki alltaf verið að ganga upp. Skulum sjá, hvað þetta hér? Sko, einhverjar spurningar frá fjárstöðum? Eða nærstaddri. Já. Það var þetta frábært að fengja spurningu úr sal. Eða athugasemdir? Eitthvað rólegt hér á. Ég sé ekki allir söknuð. Það engin hendur. Getur einhverju rétt hendur ef það eru spurningar? Þetta svo skýrt efni hjá þér. Það allt á hreinu, heyrist mér. Engar spurningar frá ykkur? Nei. Þá förum við nú bara að hætta þessu hér. Þakka ykkur fyrir. Takk fyrir. Takk.